það ekkert að drengjunum, það eitthvað að umhverfinu sem við höfum smíðað utan á. Allir sem að hlusta á þetta og hafa áhuga á þessu, að það á ekki vera bara hvað ætlar Ási eða Áslaug að gera. Þú veist, hvað ætlar þú að gera, hvað ætlar ég að gera? Við getum öll gert eitthvað. Ég meina, lestu fyrir börnin á kvöldin. Bara allar rannsóknir sína, þú gefur í stórkostlegt forskot inn í lífið að þú tekur tíma í að gera þetta. Ef að það í vaxandi mæli er bara, já, þú ert að baka við síman og barnið sér ekki andlitið, þá ertu bara að svipta barninu mjög mikilvægu þroskatæki á þessu sviði sem er bara að fá að sjá andlitið á pappa sinni með mömmu meðan það er að læra hvernig þessu orð virka og svona. Aðalmunurinn á lestrar áhuga drengja og stúlkna, aðalbreytan þar er ef við getum virkjað innri áhuga hvort drengja. Erfiðasti parturinn við þessa vinnu, það var að hlusta á foreldra og kennara lýsa raunveruleika þeirra fjölmörgu drengja og þetta er stór hluti, þetta er þriðjungur til helmingur sko, sem er í þessum áskorunum sem við erum að tíundaðan í skýrslunni. Tryggvi Hjaldarsson, hvað segirðu gott? Ég er bara ósalega kátur. En það ekki, gott að sjá, ég veit ekki hvernig ég á að kynna þig, sko, þú ert svo margt, maður hefur séð þig á svo mörgum sviðum, skipta þér af hennum ýmsu hlutum og hafa áhrif á hennum ýmsu hluti. Hvernig myndirðu lýsa sjálfa þér? Þrjár fyrstu lýsingarna væri nú bara faðir, eiginmaður og eigamaður. Það er nú það sem að svona kannski lýsi best kjarnanum. En ég er líka formaður hugverkaráðs og ég er líka að starfa hjá CCP og er strategist þar. Þannig að já, það er svona einhver blanda þessu held ég að grípa þetta ágætlega. Já, sem er líka heilmikið. Þú vinnur mikið með gögn og núna ertu búin að gera skýrslu fyrir menntamálaráðuneytið sem að ber heitið Staða drengja í menntakerfinu, tillögur að úrbótum. Það sem að þú ferði yfir svona stöðu drengja og hvað sé hægt að gera í því. Byrjum bara á stöðinni. Hver er staða drengja í menntakerfinu í dag, sérstaklega á svona grunnskóla aldri? Ég held að við hefum ekki að sigurhúða það neitt að hún er bara slæm og sem er kannski mest áhugjefni að hún er að versna og versna mjög hratt og ég fekk nú þá heimild í þessari vinnu sem að ég á mig þakkláttur fyrir að menntamálaráðuneytið bara greiddi algjörlega mína leið að sérfræðingum landsins og gögnum og rannsóknum og annað en ég fekk að skoða bara allt sem að ég bað og ég veit ekki til þess að hafa nokkuð tíma verið gert áður. Við til dæmis gerum í fyrsta sinn greining og úttekt á einkanadreifingu barna á Íslandi og sem var heljarann að mála að fá þau gögn en við skoðum þetta frá mörgum vinklum og ánær allan máta er staða drengja í menntakerfinu að versna þegar kemur að árangri sérstaklega. Hún er eildi skárri sérstaklega að kemur kannski að líðan og þar hef ég meiri ágjör á stúlkunum. Það var annað sem að sá þessari vinnu að það er ákveðið hrun þar en varðandi drengina, ég meina það eiginlega skiptir ekki máli hvar við snertum niður sko, er það árangur í læsi, stærðfræði, náttúruvísindum, tilgangur þeirra í skóla, einkanir, útskrift úr framhaldsskólum eða brottfall eða innritun í háskóla. Þetta er bara allt á mikilli niðurleið og það sem að nýjasta mælingin er svo versta sem við mælst og mælingin undan því var svo næstversta sem gefur til kynna að við erum ennþá niðurleið. Ég á búin að flagga því upp í ráðandi vel fyrir PISA niðurstöðunar að með það sem ég var að skoða að það væri væntanlega að fara að koma rosalega slæmmæling núna úr 2022 eins og raunin ber vitni og ef ekkert verður gert hérna af og ég er alveg nokkuð viss það þá verður næsta PISA-mæling bara einhver katastrófa sko, bara líklega svo allra versta í Evrópu bara með talsverðum mun sko hjá drengjónum því miður er það þróun. Þetta er líka mín tilfinning og þetta er ástæðan fyrir því emitt og svo ég nefni það nú líka, þetta er í opinni dagskrá og ekkert bak við paywall en ef þið viljið gerast áskrifendur þá var hægt að gera það á partners.is/pæling og ef þið eru að hlusta á þetta á YouTube þá þættum við væntum að þið myndu gera subscribe að þessa rás. En í skýrslunni nefnir emitt sko það er frábær útdráttur sem að ég er alltaf mjög ánægð með þegar skýrslur og ritgerðir með góðan útdrátt. En mér langar að lesa aðeins hann hérna. Og 47% drengja getur ekki lesið sér til gagns samkvæmt PISA-mælingum 2022 við útskrift úr 10. bekk og þriðjungur nær ekki grunnviðmiðum í stærðfræði og náttúruvísindum. Einungis þriðjungur nýnema í háskóla eru drengir, eitt mesta brottfall drengja úr framhaldsskólum í Evrópu er á Íslandi. Stór hluti þeirra upplifir lítinn tilgang með námi sínu og að fá áskoranir miðað við færni.
Þá eru drengir þrefalt líklegri en stúlkur til að vera með einkunnir undir 6,5 í framhaldsskóla. Og þetta sko, það sem við varst að nefna í þessum inngangi í rauninu 2 aðskildir hlutir. Það að staðan slæm og hún á leiðinu niður á við. Og það það sem mér finnst svo sérstaklega slæmt sko. Ef það nægilega vont að hún sé slæm nú þegar. En það við séum á leiðinu niður á við vekur í rauninu miklu meiri óhug. Já. Og sko þú nefnir ýmis dæmi og kemur tillögur til þess að bæta úr þessu. Eitthvað sem að mér langar einmitt að nefna að við förum yfir hérna líka. En eitthvað svona, einhver af þessum svona grunninnviðum sem þarf að bæta áður en að fara í þessar tillögur eða þessar tillögur líka til þess að bæta innviðana? Já, sko bæði. Staðan í Íslandi svo skrítina því að bæði á sama tíma og bara gríðarlega úrbóta þörf, þá við líka mörguleiti með alveg frábær kerfi og vel fjárfest. Ég meina, íslenska menntakerfi er 3. best fjármagna menntakerfi veraldarinnar sko, per nemanda, og þannig að það ekki eins og bara það ekki eins og ástæðan fyrir þessu síðan þetta sé svo rosalega vanfjármagna eitthvað svoleiðis. Íslenski leikskólakerfi er líklega bara með því besta, ef ekki það besta í heiminum sko. Ja, þegar maður kemst inn í það náttúrulega kannski fyrst að skrifa en og gríðarlegu styrkleiki sem finnst í íslensku kennurum og sveigjanleiki og aðlaganleiki að oft erfið og flóknu umhverfi, og þannig að það rosalega margt sterkt og gott í okkar umhverfi. En við erum að fást við einstaklega stórar áskoranir, og það sem kannski erfiðast í þeim og flóknast í þeim, sérstaklega fyrir einhvern sem að stendur nálægt kerfinu, er hvað breytingarhraðin er mikill. Og dæmum þetta sem ég var ekki almennilega meðvitaður þegar ég byrjaði þessari vinnu, það er tungumálaþróunin. Hún er alveg geigvænleg hvað hún er að eiga sér hratt stað. Það er að segja bara hrun í tungumálagetu og tungumálaþroska barna, og ég meina, ég var að reyna að ná utan þetta í þessari vinnu. Það er erfitt út af því að biðlistar eftir talmeinafræðingum og stuðningi eru geymdir í mismunandi sveitafélögum annað, en mér sýndist með að við þau gögn sem ég tókst að fá aðganga að þetta er alveg minnstakosti 2000 börn í dag sem að bíða eftir að fá aðganga talmeinafræðingi og þess slags þjónustu. Það verður algjör sprenging í fjölda barna sem að mælast í frávikum í málþroska, og þau eru ofta að koma inn í 1. og 2. bekk með talsverð frávik, og þetta eru yfirgnandi meirhluti drengja. Þetta er að minnstakosti 2/3, líklega 3/4 sem að þessum börnum sem eru í þessum málþroska frávikum. Mælingar sýna að ítrekka á Íslandi að í 4. bekk er komin áberandi kynjamunur þegar kemur að tungumáli, áberandi, og hann eykst síðan í gegnum skólagönguna. Og þetta er svo mikilvægt að átta svo hvað því hann eykst. Það því ekki bara strákanir vera alltaf með læra og læra skor, sem er það sem gerist, heldur að stelpunir alltaf með betra og betra skor. Þannig í gegnum skólagönguna eykst meðal árangur stúlkna á meðan hann versnar hjá strákunum. Já, svo ég neglaði hennar búnt, þetta er sami strákurinn sem að versnar henni yfir sína eigin skólagöngu. Já. Og ég held til dæmis að þarna er bara stór undirliggjandi áskorun sem að ég held að ramma einhver leiti inn mikið af hinum áskorun. Af því að ef þú ert að lenda í því, ég meina meðal kennarinn útskýrði þetta þannig fyrir mig. Hann sagði sko, við erum farin að sjá það mjög algengt núna upp á svona 4., 5., 7. bekk að þá eru börnin komin í svona samskipta örðuleika. Þau finna að þau ekki eins og öll með að tjá sig eins og hinn börnin í bekknum, og þau finna að þau ná ekki sömu athygli hjá kennaranum eða ná ekki að útskýra eins vel, og þá byrjaðu ofta að halla sig meira á enskuna og eru jafnvel fann að tala sín á milli meira á ensku, og ég kann svo sem enga öruga útskýringa á nákvæmlega okkur það er, en svona tilgáta kennarana og foreldrana var að þetta er þessi YouTube kynnslóð, að þetta er börn sem að mjög mikið alast upp við að vera mikið að skoða YouTube og svona tölvuleikir og svona, og tölvuleikir og svona sem er ensku og sem er ekki talsett. Og ég meina það er bara stór munur á því, ég meina þegar ég og þú olumst upp og við erum að horfa á sjónvarpi, það er flest barnaefni til dæmis talsett eða þá í verstafallum íslenska texta sem er bara ekki meðaltali hjá barni í dag sem dæmi. En ég veit ekki almennilega okkur þetta er, og ég ætla svo sem ekki að kannski gíska mikið inn í þær eyður, en staðan er svo, þetta er það sem kennarinn lýsa, að upp úr 4., 5., 7. bekk þá eru þau farin að halla sig mikið á annað tungumál sem er enskan, en kunna samt enskuna ekki droslega vel, telja þau séu betri en þau eru og geta í rauninni heldur ekki halla sér almennilega enskuna. Og að því að þau eru ekki með grunn í íslenskunni,
að þá fer á stað svona ferðalag þar sem að þú ert í rauninni ekki með grunnhæfni og færni í neinu tungumáli og síðan náttúrulega bara er meðaltalsraðinn þannig í menntakerfinu að þú heldur áfram að fá svona námsefni sem að eðlilega þyngist en ef að þú situr eftir og bara ert ekki búin að ná almennum tökum á tungumálinu og lestrinum þá náttúrulega verður námsefni alltaf erfiðara viðureignar og þú finnur bara að þú ert að dragast meira og meira aftur úr sem virðist vera saga hjá mjög stórum hluta drengja. Þetta er alveg ofsalega stór partur í þessar áskorun, miklu stærri en ég hélt og ég meina ég ræddi við talmeinafræðinga, ég ræddi við hjúkrunarfræðinga sem gera þroskapróf á börnum og það merkilega er að við erum líklega með flest púslin til staðar. Ísland gerir í dag þroskapróf á börnum flestum 4-5 ára og er eiginlega öll íslensk börn sem fara í gegnum einhvers konar mat þar. Talmeinafræðingan útskýri fyrir mér að ef að þú komið barn í kannski einhverjum staðalfrávikum frá meðaltali 4-5 ára að grípa það barn er bara frekar einfalt og ódýrt inngrip og sem kalla kannski á nokkra vikna inngrip í þjálfun og það er rosa mikilvægt að horfa í augun á þeim og bera þá fram skýr þessi hljóð sem þeir að ströggla með eða hjálpa þeim með svona ákveðna talferðla og þarna er hægt að koma börnum upp í meðaltalinn frekar hratt aftur en kerfið vanalega er ekki að grípa þau fyrir í álínsaldri einhvers staðar á milli 7. og 10. bekkjar og þá út af því að þau eru farin að lenda í algjörum árekstrum sem er kannski hegðunarlegs eðlis eða annað sem tungumáli jafnvel hefur undirliggjandi orsakir inn í og engarna þá orðnar mjög lágar og svo framvegis og það skemmtilega er líka við höfum séð að þessi inngrip virka. Það var til dæmis tilraunaverkefni í Vestmannaeyjum í fyrra sem að heitir Lanis ef ég maður rétt. Það sem að vera að prófa hvað gerist ef við grípum þessu börn bara strax á leikskólakennararnir fá þjálfun í þessu og eftirfylgni og það tókst bara að lyfta meirihluta barnanna aftur upp í meðaltalið. Hafðu þetta eins í huga þegar þú skoða svona hluti eins og það var gerð mjög skemmtilega rannsókn á Íslandi 2016 minnum að verið á hljóm 2 prófunum sem 5 ára börn taka og þá að vera að skoða að því við eigum alveg 20-30 ára gögn af því. Þau börn sem að skoruðu hátt eða látt í hljóm 5 ára, hvernig skoraðu síðan í íslensku í 10. bekk, í samrænduprófunum. Og þá kom í ljós að 57% af börnum voru í rauninni í sama getuþrepi í íslensku prófinu í 10. bekk eins og þau voru í hljóm 2 prófunum. Með öðrum orðum ef ég útskýri þetta kannski aðeins aðgengilega hátt að það þrep sem mælist í 5 ára á hljóm 2 samkvæmt þessar rannsókn það hefur líklega alltaf 57% forspárgildi bara hvernig þið mun ganga í íslensku í 10. bekk. Þannig að það geta lyftir upp 5 ára á milli þrepa með stuðning það er bara mjög góða líkur að þessi fjárfesting sem hjálpa að standa betur í íslensku 10 árum seinna. Þannig að það eru svona hlutir og þessna held ég að svona rannsókn sé góð, ég meina ég hef ekki hugmyndum þetta var bara sérfræðingarnir sem þekkir þetta sem að ég fór að tala við að átta sig á, hér er líklega rosalega verðmætt inngrip að geta farið í, kortleggja betur þegar að við sjáum þessar mælingar hjá þessum ungu börnum að við ráðum þá við það að þar fari inngrip og stuðning. Ég meina 4 ára barn, ég held ég sé að munda rétt, getur lært alltaf 400 ný orð á dag. Þetta eru bara tungumála vélar tilbúnar í áskoruna. Það er allt annað að grípa eitthvað tvítugan kallmann og fara að hjálpa honum á grunnundistöðum í tungumálinu fyrir utan og bara alla frustratjóni og uppsafna erfiðleikana sem hann hefur gengið gennum út af því sem að þarf að þá að vinna í gegnum. Kennir ekki gömlum hundi að sitja. Já, þú getur það, en það er bara starri verkefni. Algjörlega. Út af nefnir Eyjar og þú ert Eyjamaður. Mér er alltaf, mér finnst alltaf Eyjar, ég hef ekki farað hana í mjög langan tíma og maður fór hana náttúrulega hverju ári alltaf á þjóðhátíð á sínu tíma. Það er eitthvað sérstakt við samt stöðu Vestmannaeyja í samanburði við landið allt og það er að til að mynda Hermundur Sigmundsson hefur fengið að prófa Kveikjum Neistaðar, Jón Pétur Símsen og Svafa hafa fengið að koma hana inn með verkefni sem að hefur sýnt fram á að sé augljóslega virka. Og ég fór á erindi Hermundar núna fyrir nokkrum dögum í HÍ. Þar að mitt spurði hann hvar liggur hundurinn grafinn? Af hverju getur menntamálaráðuneytið
séð niðurstöður hans og ykkar í Vestmannaeyjum farið upp á við, samhliða því að allt annað farið niður á við og virta að vettugi. Og ég veit alveg að Hermundur hefur verið að kvarta við því að hann virtur að vettugi einfallega af öllu kennarasambandinu og fleiri innan þessa geira. Og það sem ég reyna að velta fyrir mér, ég gerði sjálfur svona greiningu á Landspítalanum fyrir ekki svo löngu. Það var að greina flöskuhálsa. Hvar eru flöskuhálsanir? Og það sem ég langar að gera mig grein fyrir að átta mig á því hvar eru flöskuhálsanir í þessari umræðu. Út af því að það alltaf sagt hérna, já, nei, það ekki hægt að horfa til Eyja út af því að samsetningi þar öðruvísi, það ekki mikið útlending og fleira því en ég alltaf að hugsa, við erum ekkert að horfa bara til Vestmannaeyja, við erum líka að horfa á það að þetta sé byggt á sömu vísindum til dæmis notað í Finnlandi, sem kemur alltaf langbest út. Og það er svona velti ég fyrir mér, eftir að þú hefur verið svona í þessu, þú tekið 112 viðtöl við 103 kennara minni mig, ef ég að fara með rétt. Einstaklinga í heildina. Einstaklinga, já, fyrir ekki, 112 viðtöl við 103 einstaklinga, en fullt af kennurum aftur á móti. Já, fullt af kennurum. Hvar er flöskuhálsinn? Hvar liggur þessi vandi í því að við getum horta á tölur fara í svona langan tíma niður á við? Ég man eftir, þú varst í Silfrinu, ég hef ekki séð þetta síðan þá. Þú varst í Silfrinu fyrir löngu síðan, sem varst að reyna fara rauk fyrir þessu og reyna að benda á þennan vanda. Það var hlustað og þetta vakti einhver umræðu, en það vekur ekkert aftur umræðu. Og svo erum við einhvern veginn aftur komin það. PISA kemur út, allt verður í háa loft og engin umræða. En samt erum við að horfa á tölunar upp hjá Vestmannaeyjum, tölunar niður á landsvísu. Hvar er þessi flöskuháls? Ég held ég treysti mér nú ekki að geta bara sagt, þetta bara stór og flókin kerfi sem að 20.000 manna starfa og vinna í og það bara svona ákveðin lífvera út af fyrir sig sem að gerir góða hluti og ekki en ég get sagt kannski að því maður gat aðeins fylgst með í Vestmannaeyjum, þú veist, hvað þarf til þess að hlutinir breytist til batnaðar og maður sér það alveg aftur í Ísland og hann er kannski eina ástæðan fyrir því ég upplýtt stjarfur eftir þessa vinnu þrátt fyrir allt myrkrið sem fyrir part skýrslunar, það að því maður var að kynnast fólk út all land sem að ná árangri og að gera góða hluti og ég menn í Vestmannaeyjum, það eru bara nokkri líkil einstaklingar þar í að koma þess að stað sem dæmi, bæjarstjórinn okkar fyrrum kennari, hún Íris Róberts og hefur þar leiðandi mikinn metnað og áhuga á menntamálum og vildi greiða leið að góðum verkefnum og stuðla að góðu samtali og eitt af því til dæmis sem hún gerði mjög vel og ég veit að hort til af öðrum sveitafélögum og þau veltu fyrir sér að hún tók kennarana bara strax inn í samtalið og lagði miklu áherslu á það með náttúrulega stjórnendateyminu og það næsta fólk sem var líkil breyta í þessu var hún Anna Rós sem skólastjóri grunnskólans og hann Einar Gunnars og Óskar Jósúa sem reyndar núna farin úr því en þau þrjú voru svona ungt og fest stjórnendateymi og tilbúin alveg að brettu bermar og fara í erfiðar áskoranir og þau með Önnu Rós lögðu bara miklu áherslu á til dæmis bara núna erum við með hugmyndir mitt frá Hermundi og þeirra teymi og það sem að þeir vilja láta reyna á svona nýja nálgun í hlutum og svo bara leyfa börnum að hreyfa sig meira og horfa meira til ástríðunar og mæla betur og svona og sem að þau voru alls samfærum bara já, við teljum að það geti hjálpað en byrjum þá að ræða það við kennarana tökum þá alla saman áður en einhver ákvörðun tekin kynnum þeim hvað við erum að pæla og Hermundur komur 400 til Eyja þarna í undirbúningnum og svo það rætt vel og kennarana hafa spurningur og efasemdir eðlilega og það reynt að svara því eftir bestu getu en síðan ekki bara, núna allir neyddir í að gera eitthvað þá bara, einhverju kennar hérna sem hefðu áhuga á að koma með okkur í þetta og fara jafnvel í smá tilraun og þá kemur 3 manna mjög öflugt kennarateimi fram sem að hefur bara áhuga á þessu og þá farið ég að vinna því að reyna að gera þá smá auka stuðning undir þær og það þurfti að fá auka fjármun í þetta sem Vestmannaeyja laði til einhver leyti, atvinnulífið laði til einhver leyti, samtök atvinnulífsins og ráðuneytið og þá var komið svona grunnur að geta fara að gera eitthvað og þegar að þetta gert svona, þú veist, bara í virðingu fyrir öllum, fólk fær að segja sína skoðun, það lagt fram einhver metnaður og ákveðarinn að mæla það og ná árangri og pólitíkin, atvinnulífið, kennararnir, þú veist, sveitafélagið, allir með ráðuneytið, þá bara hægt mjög hratt og ég held að sé nú allir sammála það að þó að mismunandi skoðunar á kveikjum neistan að það náðist allavega einhver árangur og mælanlegur og það gerist hratt
ég meina bara 2-3 árum eftir í rauninni að byrja að ræða þetta eru bara komnar mjög jákvæða mælingar og það sem mér finnst mesti ávöxturinn úr Kveikjum neistan, ég meina ég bý í Vestmannaeyjum, ég á 4 börn og 3 af þeim eru í grunnskólakerfinu, að þegar ég flyt til Vestmannaeyja, þá er ég nú byrjaður að tala um áskorun drengja, þá koma nokkri kennarar til mín að segja, Tryggvi, ég vildi nú að fleiri foreldrar hefðu jafn mikið áhuga á námi barna sinna eins og þú, og í Eyjum er nú kannski ekki voða mikið foreldrarna að ringja okkur kennarana að spyrja út í námi, það er meira að ringja biðjum frí til að fara í íþróttaferðalög. Og hún Anna Rós, man ég, árið eftir að ég flutti hana, skólastjórinn, hún setti markmið í einni ræðunni, þá var hún að taka við sem skólastjóri, hún sagði, mig langar að markmið mitt sem skólastjóri, eitt aðalmarkmið, það er að virkja samfélagið, þannig að Eyjamenn hafi jafn mikið áhuga á námi barnanna sinna eins og íþróttum barnanna sinna. Og mér finnst það svo flott markmið, svo skýrt. Og hún hefur sjálf sagt, eftir að Kveikjum neistan fór í gang og við fórum svona að mæla og það fór að vera eitthvað sem getur kefst eftir og foreldrarnir skildi í meira mæli hvernig þið geta hjálpað í námi barnanna sinna og þeir voru allir kallaðar á fundi og útskýrt mjög vel fyrir hvað var að fara að gerast. Þá var hún sjálf sagt að það eru upplegað bara sprengingu í áhuga samfélagsins á menntamálum. Og ég meina í síðustu bæjarstjórnarkosningum í Eyjum, það var eitt mál sem allir flokkarnir voru sammála og það voru menntamálin og setja áfram kraft í þau og styrkja meira Kveikjum neistan og þetta allt. Þetta er náttúrulega ótrúlega fallegur ávinningur af því að samfélag setur niður eitthvað svona metna og bara nú förum við saman og reynum að standa okkur vel hérna. Ég held, þetta er bara mín skoðun, kannski óvinsæl skoðun, en ég held að svona mótlæti sem að birtist aðeins gegn Kveikjum neistan sem að, þú veist, bara einhver leiti eðlilega efasemdir en einhver leiti var líka bara högguð svolítið í þetta, að það hafi styrt Eyjamenn í þessu, það var svona þétti á saman og þetta er smá við á móti hinum sko. Eyjamenn eru alltaf til í það. Já, ég meina við erum því það er nú keppni, það er gaman. Já, algjörlega. Nei, sko, ég líka og eins og ég var að nefna við þig áður en við byrjum að taka upp sko, ég er mitt búin að vera að reyna hugsa sko, út af því þú ert örugglega einna viðkunnulegri mönnum á landinu. Ég er það ekki sko, þú veist, ég er svolítið svona að segja svona hvast það sem ég finnst og þú fer svona snirtilegri leiðaði til að fá fólk með þér í lið. Ég var að nefna við þig, skilur, mér finnst þér svo sé svolítið kveiknað í konum, þetta er ekki alveg, þú veist, tími fyrir samstöðu fund, en aftur á móti þá held ég að sé rétt hjá þér hvað varðar sko að fólkið sem kannski er ekki alveg sammála þarf aftur á móti að vera með því að þetta er svo stór heild og eins og þú náttúrulega hefur gaman að því að greina stór kerfi og ég hef það líka og það sem ég er alltaf að reyna að skoða sko, er að hvernig mótum við kerfi þannig að utanarliggjandi einingar taka betri ákvarðanatöku. Það er að segja hverju getum við breytt einhverju litlu þannig að við mótum ákvarðanatöku utanarliggjandi þátta eða eininga, hvort sem það séu starfsmenn, hvort sem það séu krakkarnir sjálfur, hvort sem það séu foreldrarnir til þess að móta betri ákvarðanatöku og ég er alltaf að reyna að finna einhverja lausn að þessu og það sem mig langar að koma inn á áður en ég fer að spyrja þig spurninga sem komu frá hlustendum þá sko ég langar líka að leggja, þetta snýst ekki bara kerfið eins og það er í dag því að allar ákvarðanir sem við erum að fara að taka núna munu koma til með að hafa afleiddar afleiðingar á framtíðina. Já. Og eins og kemur fram í skýrslunni þá árunum 2022 jókst hlutfall karlmanna á aldrinum 18-29 ára á 75% örorku 74%. Já. Sem er sláandi tala. Þetta er sláandi tala og fyrir þá sem ekki þekkja til örorkubæta þá er, og ég held að sé endan þetta, 75% örorka er hámarksörorka sem það fær. Já, það er aðstæðlega til. Og þannig að sko allt sem við erum að gera núna í dag mun koma til með að hafa gríðarlega áhrif á drengi og stúlkur náttúrulega líka, en drenginu náttúrulega eru svolítið megin þáttur í þessu. Ég er svolítið smeykur það að sko að ef það er ekki gripið og þess vegna var ég með að setja ég sagði sko svona þig sem að kemur með svona viðkunnulegri nálgun á þessu og mig sem er bara svona nei, við þurfum að rífa okkur í gang. Ég einhvern veginn svona ég sé ekki alveg hvernig þetta verður ef við bara svona förum ekki að gera eitthvað strax og sko það sem mig langar kannski svo ég fleiti þessi spurningu núna var Ási með þér Ásleif Arnaða með þér fullt af áhrifafólki í salnum að hlusta. Hvernig var svona stemmingin fyrir því að grípa til aðgerða strax? Þú voru að tala við Ása í prívat, ég ætla ekki að vera að segja allt úr prívat samtali, en
hvert var svona viðmót hans við því, þú veist, þessari stöðu? Sko ég þekkti Ása menntamálaráðan herra ekki neitt áður en að ég fer að vekja athygli á þessu og í rauninni leiðir okkar leikja saman eftir að í nóvember 2022 við skrifum grein hérna hópur af fólki í samfélaginu og hérna sem voru bara aðilar sem höfðu leitað til mín eða látið sér varða þessa umræðu og ég áttaði mig á því, herru, þetta orðið rosa hópur, þetta voru bara lykilaðilar í menntakerfinu, í atvinnulífinu, í pólitíkinni, í menningunni og þannig að þarna voru bara leikarar, framkvæmdastjórar, fyrrum forseti, Vigdís Finnbogadóttir, hérna, kennarar, skólastjórar, sérfræðingar. Þannig að við ákveðum að skrifa grein og reyndum að setja svona þann vinkil í þá greina ekki bara í enn eitt skipti að benda á hvað staðan er slæm, heldur að svona, ef ég fæ að sletta, að sorsa aðeins okkar á milli. Ég meina, hvaða lausnir eða hvað lausna landslag er á borðinu, hvað höfum við heyrt kennara eða skóla segja að virkar þar sem að drenginir eru í betri virkni og hvað höfum við séð í öðrum löndum og svona. Þannig að við skrifum þar grein og stillum fram smá tillögum. Þá boðar Ásmundur okkar á fund sem átti að vera hálftíma fundur hérna á föstudegi og enda að vera 2,5 eða 3 tíma fundur. Hann sagði 3 tíma, já. Já, og hérna það var alveg ótrúlega gaman og hann mætti á þann fund og ég var mjög þakkláttur fyrir það með sitt lykilfólk, ráðandustjóra og skrifstofustjóra þarna yfir hérna lykilsviðum og þau hlusta og við vorum með smá kynningu og svo segir hann bara við okkur, sko við erum bara sammála ykkur, þetta er alveg, það fer ekkert á milli mála, þetta er eina af lykil áskorunum í menntakerfinu. Það sem er hins vegar ekki eins skýrt, það er bara hvað þarf að gera og hvað á að byrja. Og það þarf að gera úttekt á því og á þessum tíma var ég búin að eiga einhvers staðar á milli 400 og 500 samtöl við kennara, af því þá var ég búin að vera í 5 ára að vekja athygli á þessu fjölmiðlum og það hafði alltaf samband eftir hvert viðtal, hafði alltaf samband einhver kennari eða foreldri eða skólastjórnandi og var bara, herru, takk fyrir vekja athygli á þessu, birtingamyndin er svona hjá okkur en við höfum nú séð að þegar við prófum þessa hluti þá eru nú drenginir hérna virkari og þetta gengur vel og ef til dæmis hérna finnur betur bækur sem að eru nær áhugasviðinir og ef þeir mega hreyfa sig hérna á milli kennslustund og eitthvað svona oft einfaldir hlutir en bara samkvæmt reynslukennarana gengur vel. Þannig að Ási setur þessa vinnu í gang og biður okkur að hjálpa til með það og ég hef reynslaði að gera úttektir fyrir ríkisstjórnina og fleiri ráðandi og annað, en ég bara hérna, og hópurinn hvetur mig að vinna í því og ég segi þá bara strax við Ása, sko ég er ekkit sérfræðingur í menntamálum, þannig ég myndi þá vilja fá svolítið tími og rúm í að tala bara við fullt af kennurum og sérfræðinga og menntavísindasvið og fleiri, þannig að þeirra rödd sé alveg skýrin í þessa vinnu og reyna þá bara að processa það sem allra best og þess vegna tók þetta langan tíma, en þegar þetta liggur fyrir þetta plagg þá segir Ási bara strax og Áslaug hérna háskólaráðherra líka komin í samtala bara, herðu, nú bara förum við aðgerð, nú virkjum þannig bara þurfum að klára einn og þurfum að gera eitthvað og þau eru bæði búin að lýsa því yfir að þau ætla að gera það og núna er ég spenntur að bíða eftir því að fjárlög klárist á Alþingi, þannig að það er náttúrulega bara verið að ákveða hvað ríkisstjórnin fær úr að móða núna fyrir þetta síðasta ár, þannig að ég hef svolítið verið hérna aðeins í biðstöðu að átta mig á hvernig svo mynd endar, en ég meina Ási er búin að lýsa því yfir að hann ætla að fara í aðgerðir og við erum búin að vera að teikna upp hérna núna aðgerðir með ráðandinu sem að við vonum að við getum farið í og kannski það góða er að það er búin að leggja rosa mikið að undirbúningsvinnu sem kannski meðal manneskja sem er ekki djúpt inn í menntakerfinu átt að sjá, en ég meina það var til dæmis búin til ný stofnun, menntamálastofnun gamla lögðu niður og búið til ný hérna menntun, miðstöður og skólaþjónustu minni með hún heiti, líka MMS, við getum bara kallað MMS og hún Þórdís Jóna var ráðin þar yfir og hún er búin að vera samhliða því að við erum að vinna þessa skýrslu, náttúrulega bara búin að fá að sjá á henni þá alla vinnu og hún hefur bara tekið sér til dæmis og hlaupið á undan og er búin að undirbúa og stilla upp nokkrum verkefni sem að sú nýja stofnun ætlar að setja í forgang sem að ég tel að muni skipta talsveit miklu máli. Það eru líka nokkur verkefni á landinu sem að líta bara nokkuð vel út og ég er að reyna að færa rök fyrir því að við bara styðja og lyfta betur upp. En mér finnst þetta líka vera, og ég held að við allir sem eru að hlusta á þetta og hafa áhuga á þessu, að það á ekki vera bara hvað ætlar Ási eða Áslaug að gera. Þú veist, hvað ætlar þú að gera, hvað ætlar ég að gera? Við getum öll gert eitthvað og ef þú skoðar tillögurnar í skýrslunni þá sérðu sko, það er eiginlega alveg sama hver þú ert, þú getur fundið þér stað. Ef þú ert foreldri, þú bara hefur heilmikið af verkfærum úr að móða. Ég meina, lestu fyrir börnin á kvöldin,
bara allar rannsóknir sína, þú gefur í stórkostlegt forskot inn í lífið að þú tekur tíma í að gera þetta. Fylgstu með heimanáminu og reynda að setja þið inn í að hérna, þú blokkar út einhvern hálftíma á dag, ekki í einhverju stressi rétt á hann að fara að sofa, þetta er hræðileg upplifun fyrir þig á barni, heldur bara í næði og ró, búið til eitthvað gott pláss á heimilinu, það sem að það er kósí og þetta er bara jafnvel tengistund á milli föðurs og sonar eða móður og sonar, þú veist, að það sé jákvætt að vinna í heimanáminu með barninu, gerðu þetta, gefðu því forskot. Þegar að þú ert með símaðin hérna, eitthvað að gera eitthvað og barnið þitt labbar inn í herbyggið, leiðu þú skinnir að barnið nálægt, legðu síman frá þér. Já. Og ég meina bara rannsóknir sýna það, þá eru, ég man ekki hvað meiri próst líkur að barnið koma og tali við þig. Já, ég meina sko, ég held í alveg tala og ég hef nú sagt á þér að síminn, sko, við hefum eftir að horfa á það að vera í símanum fyrir fram barnið, þetta vera eins og að fýra upp í sígarettu með lokaðar hérna rúður í bíl. Ég er 100% á því að við munum koma til með að horfa á það. Við erum bara að byrja að læra að það er. Það er náttúrulega bara það og mér finnst sko alveg að ég veit ekki, mér finnst það ætti að vera ákveð þess að social stigma, svo ég fá að sletta, yfir því að vera í símanum fyrir fram barnið þitt. Mér finnst það eins og það ætti að vera eins og að reka sígarettu upp í barnið. Mér finnst það að við ættum hérna, sem samfélag að móta okkur þannig. En hérna það er einn einmitt, sko, hérna svo ég fleiti okkur beint inn í, ég ætlaði nú ekki að byrja þessar spurningar. En má ég þá fyrirgefja, áður en opna nýjan kafla, að því mér langar aðeins að fá að ítreka að því að ég veit að báðir áhræðnir núna sitja undir miklum þunga bara, eru það ekki að gera þetta, alltaf ekki að gera þetta. Sko, það er ýmislegt farið í gang og við hin megum alveg líka að grípa það betur. Ég meina Áslaug til dæmis sett í gang núna verkefni sem heitir Stækkaðu framtíðina og ein af aðal drifkraftunum á bakvið það var að drengjum vantar fyrirmyndir. Ég bauð mig fram. Já, frábært. Já. En hvað kemur í ljós? Það kemur í ljós að hvað var að 75% eitthvað 3/4 af þeim sem skráðu sér sem fyrirmyndir eru konur. Eða til þess að snúa sér við, það er bara rétt 1/4 af þeim sem skráðu sér sem eru kallar. En það er það sem vantar mest. Við kallanir, við þurfum líka stigin. Ég meina, þegar maður spurði kennarana hver ber ábyrgð á heimanum í banna, það var næstu alltaf mamman. Og þegar maður spurði kennarana hvernig er ástandi heima fyrir, þú veist, þegar strákarnir blómstra, það var alltaf sama svarið. Ef að báði foreldrarnir að taka þátt og hérna þeir lesa með börnunum og sína heimanáminu áhuga og setja eitthvað metna fyrir drengin í náminu, það er ætlast til einhvers aðeim, þá er bara næstum því aldrei vandi með drengina. Þetta er nákvæmlega sko spurningin einmitt sem úr eiginlega byrjar að svara sko, okay. Sem það var einn hérna hlustandi sem að vildi vita sko, eru foreldrarnir bleiki fíllinn í þessu? Þú veist, er skólakerfið raunverulega vandinn eða er þetta foreldravandi? Og hann vildi svolítið svona færa rök fyrir því að kannski grunnundirstöðunar, þetta var rosalega löng spurning, en hann vildi í rauninni vita sko hvort að þú veist þín reynsla af þessu út af því að þetta er svolítið, strákanir eru alltof, eða þú veist, finnst þetta of létt eða alltof erfitt. Og hvað segir það okkur? Það þýðir að kannski að grunnundirstöðunar sem að strákanir eru að fá eru kannski mjög mismunandi heima við, sem að við vitum að og er þá svarið að foreldrarnir séu meira vandamáli heldur en skólakerfið? Ég bara hef ekki forsendun til að meta eru þeir meira vandinn en skólakerfið. Ég líka hugsa ekki þetta þannig. Sko ég reyna alltaf að hugsa þegar ég er að nálgast þetta bara hver er staðan og hver er raunveruleiki barnsins. Og hann er náttúrulega alltaf einhver leiti ekki ákjósanlegur, einhver leiti er hann ákjósanlegur, en þá er bara ok, hvað er þá hægt að gera til þess að lyfta því upp og gera bjarta framtíð. Og þar er ekki spurning að foreldrar eiga stóran þátt, en það er líka ekki spurning að kennararnir til dæmis bara eiginlega eru settir í aðstæður þar sem þeir eiginlega geta oft ekki gert það sem þeir vita þeir þurfa að gera. Og bara gott dæmi það er að ég held að allir kennarar sem ég tala við, allir mögulega nema einn, sögðu sko, hérna, ég hef ekki aðgang að námsefni sem ég þarf fyrir börnin. Þú veist, það er alltaf þannig og meðaltali var þetta svona, ég er með 1-2 stráka sem er að skara fram úr í bekknum mínum og eru miklu hraðar en hinnir, og svo er ég með kannski 3-4 sem eru talsvert eftir og oft einhver lestrar áskorunir eða eitthvað svoleiðis. Ég er hins vegar bara með 1 námsefni. Ég veit alveg að námsefni er of létt fyrir þessa 2 og of þungt fyrir þessa 3 eða 4. Ef að ég ætla hins vegar, og kennarinn er ofta alveg bara með þetta á hreinu, ég veit alveg að þessi þarf svona áskorun og þessi þarf svona. En ef ég ætla að finna það námsefni og færa þeim það og vera þá þannig að allir séu í áskorun með færni, þá bara er það ekki til og ég þarf þá bara að búa það til sjálfur.
þetta náttúrulega bara óásættaleg staða að setja kennarana í og eitt af því sem eina af aðal áskorunum í skýrslunni sem nefnt að það þarf miklu meira fjölbreyttara námsefni og þetta eitt af því sem að þessi nýja MMS-stofnun ætlað að reyna að leysa einhverju leyti. Já, það var ekki einn kennari sem að nefndi mitt við mig sko, bara fyrir ekki svo löngu og hún sagði mitt að þau vissu alveg hvaða krakkar, þau vissu það frá mjög ungum aldri hverjir myndu koma til með að kannski fara út á sporinu síðar meir og hverjir ekki, en hún hefði einfallega ekki bæði hvorki aðföng nýrunni leyfi til þess að vera með einhvers konar sérúrræði og hann var svolítið bundnar hendur það að vera með einhver svona sveigjanleika í því að koma til móts við krakkan í staðin fyrir það að vera með rosalega miklan sveigjanleika í því hvernig krakkanum síðan vegnar, það er að segja að við erum með mjög mikið sveigjanleika út af því að við erum ekki með hennar samanburðarrannsóknir eða því hvernig krakkanum gengur en það var rosalega lítið sveigjanleiki í því hvernig þú getur komið til móts við sérhver krakka. Já, og þá sér maður sko, skólar og bekkir oft kennarar er bara með mismunandi aðstæður. Þegar að við náum svona að standa okkur vel í þessu, þá er það oft í alvegni þannig að það er bara einhver skólastjóri eða jafnvel einhver kennari sem ákveður bara, herri, núna líði ég þetta ekki lengur. Ég ætla bara að byrja hérna sjálfur að gera eitthvað. Og er oft bara í frítíma sínum á kvöldin að dunda eitthvað, sko. Og þú veist, sem er náttúrulega ósættalegt að einhvern veginn að það sé það sem þurfi til. Man myndir náttúrulega vilja flest að bara allir kennari hefðu klukkutíma á dag eitthvað í sínu vinnu umhverja sem þeir mættu bara vera í einhvers konar skólaþróun eða vinna áfram það sem þeir telja þurfi til að gera starf sitt betra sem er ekki staðan í dag fyrir flesta. En þegar að það eru svona búna til þessar aðstæður það er oft mjög fallegt samstarf minn eins og ég man alltaf eftir að var bær hérna á Norrlandi sem að ég frétt af að væri að skara fram úr og væri farin að færa börnunum bara mjög flott námsefni og nýtt og væri mér farin að nota sýndaveruleika í sögukennslu og fullt af svona áhugaverðum verkefnum og ég fer að skoða hvernig gerist þetta allt í einu bara einhverjum bæ á Norrlandi. Þá var bara einn kennari sem hafði komið utan mjög ferskur með hugmyndir og byrjaði að svona gera og skólastjórnendur sá að þarna var einhver orka, við skulum reyna að virkja það, gáði smá rými og þá tók atvinnulíf eftir og fannst það frábært og kom inn og splest í iPad á tölvubúna fyrir öll börnin til þess að hvetja undir þetta og það eru mikið af svona fallegum sögum sem og við Íslendingar erum góðir þessu. Við kunnum svona, herru, nú er eitthvað gott að gerast, kveikjum neistan annað gott dæmi um það og fylgjum okkur á bakvið þetta, þannig ég er alveg samfærður um það núna þessi svona orka sem maður finnur að að leysast úr læðingi, það kemur eitthvað gott út af því og aftur til að ítreka að mín upplifun af til dæmis að starfa með menntamálaráðherra Ása hefur bara verið 100% jákvæð og hann er af hjarta og sálinn í þessu og vill bæta þetta og er að beita resursum ráðuneytisins til þess og ég held að pólitíkin í öllum flokkum vona ég bakki það alveg upp, þannig að ég er náttúrulega bara spenntur að sjá hvernig þessi fjárlög enda en við öll getum gert eitthvað og ég meina ef þú átt barn í skóla hvað hefur þú til dæmis oft teiktið til kennara barnsins og sagt, herru, geti hjálpað þér eitthvað? Þú veist, er eitthvað sem að ég geti einfalda þitt vinnu umhverju með? Þú veist, vantar þið eitthvað búnað sem ég geti kannski styrt eða þú veist, er eitthvað sem að einhver fræðsla sem að ég geti hjálpað með eða þú veist, vantar þið hugmyndir eða tengja þið eitthvað inn í networkið mitt, ég meina ef við myndum hugsa svona kennarinn okkar, bara þetta eru ofurhetjur sem að bara þurfa hjálp samfélagsins svo að þau geti blómstrað í sínum ofurkröftum. Ég meina, við sem samfélag getum gert þetta og það geta þetta allir sem eiga barn í skóla geta gert þetta. Já, svo líka þetta var svona leiki ég hérna á 2 ára strák og ég fer með hann í búð og ég hjálpa honum ekkert með kerruna, ég læt hann vera með kerruna og svo förum við í það, þetta er svona hugmynd fyrir þá sem eiga stráka eða stelpur og þá læt ég hann alltaf tína upp á hérna sjálfságreifslukassan og segja mig hvað hann er með. Já, frábært. Það er allavega hugmyndaleik ef einhver er hérna uppiskróf með hugmyndir. Hérna, Guðmundur Skúli var hjá mér hérna, hann er formaður lesblindarfélagsins og núna ertu kannski að fara út fyrir því sérsvið en við getum kannski bara svona hugleitt þetta. Hann segir sko að það sé of lítið komið til móts við þá sem er einmitt á þessum jaðar sem er svona á við erfiðleika stríða, sérstaklega hvað var það lestur og hann sagði að það væri stór hluti sem væri einfallega ekki þannig skapaðar hann væri sérstaklega góður í lestri heldur að væri góður öðrum sviðum eins og svo oft hérna kemur í ljós og hann var að segja að þegar að það er lesblindur strákur
og tala nú ekki lesblindir strákar sem inn í bekk sem eru ekki greindir og þar einmitt snemmtæk íhlutun mjög mikilvæg eins og þú ert búin að vera að fara inn á mjög mörgum sviðum með talmeinafræðingana ef það er snemmtækt inngrip þá leiðir það til miklu betri niðurstöðu. Hann segir að sama gildi lesblindu og að ef að það eru 2-3 ógreindir lesblindir strákar sem hafa ekki aðfeng til þess að hjálpa sér sjálfur að það var bara stríðin í skólastofunni sem að kemur náttúrulega niður á það kemur niður á líðan kennarana kemur niður á tíma bæði stráka og stelpna. Hefur þetta eitthvað, ég held ég hef ekkert lesið þetta í skýrslunni en er þetta eitthvað svona sem hefur verið rætt eða er þetta eitthvað svona sem að þú hefur einhverja hugmyndir Sko, þetta er mikið rætt og annarlega rétt ég er ekki sérfræðingur í þessu en þessi bara áskorun eins og fleiri, bara nákvæmlega eins og Guðmundur orðar þetta, að því fyrr sem að barni fær þau verkfæri og stuðning og aðstæður sem það þarf til að geta blómstrað með sínar þarfir og með við sínar aðstæður, ég meina því meira næst útrúi og því meira er það í virkni og það er bara ekki spurning og ég meina það er bara fullt sem er náttúrulega þekkt með lesblindu sem er hægt að gera til að hjálpa þeim þú veist það geta fengið hljóðbækur sem að geta spilað á meðan þau lesa og þú veist einbeiting getur oft skipt meira máli að vinnufriður og þú veist þannig að það er rosa margt sem kemur inn í þetta. Ég hugsa til það var mjög áhugaverður fyrirlestur sem var í fyrra hittifyrra sem að koma frönsk hjón ég verða viðurkenni, ég man ekki hvað þau hétu sem var alveg leiðandi í svona í þessum fræðum og kallinn var sem sagt leiddi svona vísindanemnd fyrir frönsku ríkisstjórnina. Var þetta í grósku? Já, grósku, ég var þarna Deheini var ekki einu sem nei, var þetta ekki Deheini? Ég man ekki nefnin en þar fekk hann þessa spurningu og hann sagði sko tauga lífeðlisfræðilega séð þá eiga öll börn að geta lært að lesa en þú veist, það þýðir ekki að vera jafn auðvelt og sama ferðalagi fyrir alla og hann sagði það vildi meina að þú veist, ef þú fengir stuðningin á réttum tíma á aðhaldi þá geti allir tamið sér þennan hæfileika og svo átti ég svo áhugavert samtal við konunans sem er búin að gera rosa mikið rannsóknum á börnum og hvernig þau læra hvernig málþroskinn hefur að þróast eftir þessa samkomu og ég spurði hana ég sagði að þessi stað er í Íslandi, við erum að sjá þessar mælingar og hefur einhverjum hugmyndum hvað getur valdið og hún sagði, veistu að ég get ekki talað íslenskar aðstæður, ég þekki það ekki en ég get sagt þér það, hún sagði eru íslenskir foreldrar mikið að nota snjallsíma? Ég sagði já, ég svona við sem alveg frekar hátt í meðaltölun þar hún sagði já, við rannsökum þetta í Frakklandi og þá kom í ljós að þeirra barn er að læra að tala að það er alveg ótrúlega mikilvæg partur af þroskaferlinu þess að horfa í andlitið á barninu þegar þú talar og það læri sko hvernig tilfinningar er á andlitinu og hvernig munnurinn hreyfist og annað þegar þú ert að segja ákveðin orð við það að því að þar er svo stór partur á tungumála þroskarinn sem myndast. Hún sagði að við prófum þetta sem vorum með mæður og börn þeirra og svo vorum við að setja svona truflanir þar sem að til dæmis mamman setti snjallsíma fyrir andlitið á sér og var að tala við barnið á bakvið snjallsíma. Mér finnst þetta bara óþægilegt með þér sko. Já, og hún sagði sko truflinu sem þetta olli í eðlilegu málþroska hjá barninu var margfalt það sem við heldum þetta væri og hún sagði kostnaðurinn og skaðina þessu er bara, hún sagði bara ég get ekki bara ítreka nóg hversu yfirgengulegur hann er og hún sagði og þannig að þeirra mæður sérstaklega er með börnin á brjósti fyrst en náttúrulega líka bara allir sem eru nálægt barninu og það er að læra að tala og fara í gegnum allt ef að það í vaxandi mæli er bara já, þú ert að baka við síman og barnið sér ekki andlitaði þá ertu bara að svipta barninu mjög mikilvæg þroskatæki á þessu sviði sem er bara að fá að sjá andlita á pappa sinni með mömmu meðan það er að læra hvernig þessu orð virka og svona og hún hélt áfram og var með svona áhugaverðar kenningar en eitt af því sem að hefur verið þú veist rætt og pælt í þessu er að börn náttúrulega fara yngri og yngri á leikskóla og stofnanir og þar er kannski eðlilega því það er svo mörg börn per kennara að það er meira talað oftar yfir þeim heldur en ef þau væri náttúrulega bara ein heima með foreldri þar sem er talað beint í andlitaðum og þetta kunni einhver liti líka að hægja þroska og móti kemur að það er yfirleitt margföld málörfun á leikskóla því það eru fleiri sem tala við og meira af orðum og svona en þú veist, þetta bara sýnir, ég er ekki að segja núna það er einhver einn töfralausn, ég bara benda á það sem sérfræðingarnir er að segja okkur er að læra að
þetta aðhald sem hún þarft í þessu eðlilega þroskaferli svo mikilvægt og því yngra sem barni því mikilvægara og ef að við getum, og þarna held ég að þú varst að tala hvað á menntakerfi og hvað fóreldrarnir, þess að menntakerfið myndum að vona gerir sem best að þegar það greinir vel og skilur, nú eru börn komin í áskorun, hvort sem að áskorun að þau eru of langt á undan eða of langt á eftir, hvað þurfa þau og getum við fært þeim það sem allra fyrst og það má ekki vera bara eitthvað, einn kennari með 25 manna bekk, ætlar hann ekki að redda þessu öllu og það þarf að vera bara, herra frú kennari, þú ert með 25 manna bekk, hvað þarftu til þess að geta þetta? Hvað get ég gert? Já, og hvað get ég gert? Og það bara þangað eigum við að fara og ég held að ef við gerum það og Ísland svo gott land í þessu, ég meina úlingadrykkjan bara geggjað dæmi með þetta, ég meina þegar ég var úlingur þá var ekki áskorunin að börn færi ekki út á kvöldin og væru einmana og væru að ströggla í skóla, áskorunin var að þau fóru ómikið út á kvöldin og voru bara alltaf full, veist. En Ísland var bara okkur lögum þetta, byrja á fræðslu, byrja á mælingum, byrja á að skilja kostnaðana af þessu, svo bara samfélagslegt átak og það var allir virkjar, foreldrarnir voru virkjaðir, fengu leiðbeiningar, íþróttafélögin voru virkjuð, skólanir voru virkjað, bæjarfélögin voru virkjuð, það var að byrja að byggja meiri fótboltavelli, sparkvelli og eitthvað var hægt að gera fyrir börnin, það var unni með íþróttafélögunum að forvarnastarfi, það var fengið frækt fólk í auglýsingar, allir fengu hlutverk og hvað var ávöxturinn? Ég var að skoða þessu tölununa bara í gær að börn í 10. bekk 1995, 80% af þeim hafi verið drukkið hvað innan síðasta mánaðar eða innan síðustu 2-3 mánaða, 80%. Þessar tölur í dag voru hvað, 15 eða 20%? Já, ég meina ég var hann 17. júní hann kvöldi, var alltaf neyri bæ sem ég hafði ekki gert í langa tíma á 17. júní að vera eitthvað neyri bæ. Ég sá enga krakka með bakpoka og ég, hvað að gera? Þannig að það er náttúrulega gott skilur en náttúrulega þegar ég var yngri þá var það bara bakpoka fyllir í, þetta var bara frækt dæmi. Já. Önnur spurning, við erum náttúrulega, þetta snýr alltaf svolítið að sömu hlutunum náttúrulega, en þetta eru svo margar breytur sem að móta svo stóran kjarna. Það er svona eins og þess að ég var svo ánæður sko, því að þú ert vanur að skoða þessu stóru kerfi að þú ert að pota í svo mikið af svona litlum breytum sem hægt sem að náttúrulega móta ákvarðanatöku og svo þetta er svolítið svona eins og að horfa á líkama þar sem varst að einmitt að vera einblína á svona eitt til þess að önnur stóðkerfi fara að móta sig á annan máta. Einn spurði mig hvort eða vildi fá að vita hvort að skýrslan og tillögur þess væru samrýmanlegar við Kveikjum neistann. Ég veit ekki alveg hvað það þýðir en það sem ég get sagt að mikið af því sem kemur út úr skýrsluna, 8 lykil tillögunar, hvað þyrftum við helst að ná árangri. Margt af því, góður partur af því, verið að tækla á einn annan hátt í Kveikjum neistann. Sem dæmi, hreyfi þörf drengja oft ekki mætt eins og þyrfti að vera mætt. Það er miklu stærri partur af að strákur geti einbeitt sér og bara líði vel og svona, hann fá að hreyfa sig þegar hann með svo orkuþörf og allt þetta, en skipulag skóladags oft þess eðlis að hann þarf jafnvel að sitja í klukkutíma til 80 mínútur áður en hann í rauninni fær hreyfingu og svo framvegis og það er rauninni bara skipulag hreyfing minni með 3 svar í viku í meðal skóladeginum og þetta er náttúrulega eitthvað sem bara einn af lyklunum í Kveikjum neistann sem bara frábært og kennararnir sjálfir þar sögðu mér, ég spurði þá kennara og eina af þeim var með 25 ára reynslu og hafði mikinn samberg og hún segði bara það er rosa munur á strákunum þegar þetta er bara skipulega partur á skóladeginum, þeir einbeita sig miklu betri vinnufriður, þeir eru hamingjusamari og þetta hjálpar stelpunum líka, strákan er bara næmari fyrir þessu. Það er eitt dæmi. Kveikjum neistann með ástríðutíman og eitt af því sem kemur út mjög skýrt í skýrslunni að strákar eru miklu næmari fyrir svona tilgangi náms og það sem ég á við ef að þú ert með sambærilegan strák og stelpu og þau byrja bæði að ströggla þess þá og þau bæði skilja bara ekki til hvers að ég gera þetta akkur er ég að læra starffræði, ég skilja það ekki og þau fá bara ekki svör. Það er miklu líklega að stelpan haldi áfram á samviskunni en strákurinn sé bara kjafta, ég ætla ekki að gera neitt í þessu. Það þýðir ekki að stelpan sé betra kerfi, hún bara einhvern veginn nær að meðaltala veðri þetta betur. En svo er bara fullt af með þess að góðum íslensku rannsóknum búin að sýna það, til dæmis að aðalmunurinn á lestrar áhuga drengja og stúlkna, aðalbreytan þar ef við getum virkjað innri áhuga hvort drengja. Og þegar það gerist og þetta bara svo kennar eftir kennar mér að þegar strákanir hafa áhuga á námsefninu,
þá eru þeir bara, þá þarf valla að klappa þeim sko, þeir bara klára þetta sjálfur en þetta að stilla því upp að þeir fá aðhald og það sé útskýrt fyrir einhvers sem það skiptir máli og það sé tengt aðeins inn í ástriðunara, það er einna líklega til þess í Kveikjum Neistan, ástriðutímanir þannig að það eru og svo náttúrulega vera að tækla sérstaklega les áskoruna, þannig að já, mikið af grunn svona áskoruna sem við höfum byrjað að tækla með einhverju móti í Kveikjum Neistan og það bara frábært og mín afstaða, ég ræði ekki neinu í þessu, ég ekki ráðherran eða skólastjóri eða sveitastjórnarmaður eða neitt, en mín afstaða ég held að sé engin ein silfurkúla, ég held að það sé ekkit eitthvað bara þú getur tekið eitthvað eitt verkefni svo Kveikjum Neistan og ef bara það væri alls það þá myndi bara allt hverfa, ég held hins vegar að það sé frábært skrif í rétt átt og mikið vera að lyfta upp réttu hlutunum, en mín afstaða bara, ég held að mismunandi skólar, mismunandi sveitafélög munu vilja og geta nálgast áskoruna á mismunandi hátt og ef að þau bara geta sýnt fram á mælanlegan árangur, geta sýnt fram bara, nú ætlum við að mæla stöðu núna, við ætlum að láta reyna á þetta, fá jafnvel einhvern stuðning auka stjórnvalda eða bæjarfélagsins við það og svo geta bara sýnt fram á við náðum árangur við gátum gert það svona, við mælum það svona og við teljum að þetta hjálpi og svo bara hendum við og skiljum það eftir það sem virkar ekki, sem eru líka einhver partur af þessu fallegasta sviðsmyndin bara, 10-15 mismunandi svoleiðisverkefni sem bara í gangi landi og svo lærum við að hver öðrum. Ég meina, ég held að þessi mörg sveitafélag í dag sem geta lært af ýmsu sem verið að gera í Kveikjum Neistan í Vestmannum, alveg eins og Kveikjum Neistan í Vestmannum getur lært af ýmsu sem verið að gera í öðrum sveitafélagum, sko. Það var annar hlustandi sem að ég get eiginlega ekki sagt neitt hann á þess að segja hver það okay. En þetta maður sem að almennt maður hlustar á og hefur mikla þekkingu á kerfum og hann var með smá gagnrýni á skýrsluna sem var einfaldlega svo að hann sagði að margt í skýrslunni bæri þess vitni að þú hafi verið komin að niðurstöðu áður en að þú í rauninni byrjaði rannsóknina og að þú hafi verið kannski svona verið með svona self-fulfilling prophecy. Hvernig myndir þú svara þeirri gagnrýni? Þú veist, út af því að þú kemur að þessum kennurum, skilurðu. Þú varst með ákveðnar hugmyndir fyrirfram. Þú veist, við vissum alveg að það væri vond staða. Gæti verið að skýrslan kannski gefi aðeins of dökka mynd? Hvað myndir þú segja? Sko, ég reyna að passa mér rosalega vel að það enga fullyrðingar í skýrslunni sem ekki bakkaður upp með gögnum varandi stöðuna og allar blaðsíður í skýrslunni ef það verið að tala eitthvað um stöðuna þá vísun á sömu blaðsíðu í einhvers konar heimild, einhvers konar mælingar og þannig að þetta rosa vel mælt öll þessi áskorun og ég reyndi að vera ekki með neinar einhverja persónulegar yfirlýsingar bara sökkar allt í á drengjum út í þetta en ég reyndi bara að dreg það út einhverju tilfinningu ég reyndi akkurat að passa að þetta myndi ekki gera sem hann lýsir hana, ég meina ég er náttúrulega bara ófullkomin mannvera og allt og eflaust gerist það einhver leyti en þess vegna vildi ég ræða við mjög stóran og breiðan hóp af kennurum og skólastjórnendum og leikskólastjórum og fræðimennum annað og ég opnaði alltaf með opinni spurningu, þú veist, hvernig birtist staða drengja þér og akkur heldur þetta sé svona og svo var fylgt eftir með hvað heldur að sé lausnir eða hvað heldur skiptir máli og ástæðan fyrir ég tók svona mörg viðtöl var að það var svo mikið nýtt að koma í ljós í gegnum allt ferðalagi. Ég man ég var í viðtali 64 þegar ég svona bara, vá, núna fyrst að koma svona nógu rauðir, skýrir þræðir á milli allra þessa viðtala til þess að maður sé byrja að sjá einhverja heildarmynd. Það var sko 7 mánuði eitthvað inn í ferlið. Þannig að mín upplifun og ég bara algjörlega einlægt svar að það var svo sannarlega ekki þannig að ég bara farið, nú ætla ég að mata allt þetta fólk að hvað mér finnst. Þvert á móti og ég var að læra hluti sem að ég meina eins og bara þetta með málþroskan sem að hvað það var stórt sem að ég hafði bara ekki hugmyndum og væri byrja að mæla svona snemma og hversu mikið undirliggjandi áskorun það væri og strengir væri svona miklu meirhluta í málþroska frávikum allt þetta var allt bara nýjar upplýsingar fyrir mig þannig að það er allavega ekki var hvorki vinnulagi nýja mín upplifun af þessu en Nei, það var ekki mín upplifun heldur sko. Smítast alltaf eitthvað persónan í gegn held ég sko. Það gætir þetta verið. Ég sé sko að umorða spurningunni kannski aðeins of hvasst en hann var með líka, hann vildi að við myndum ræða sem sami einstaklingur vildi að við myndum ræða grein sem kom út fyrir ekki svo löngu sem að hét Skakkaföllin í Písa
þar sem fjallað það að taka út samrænduprófin og þið ræðið þetta líka, það er sagt í skýrslunni að þau lönd sem að nota samanburðarrannsóknir á borð við samrænd próf, eða það er að segja svona sameiginlega punktstöðu allra skóla, eru almennt séð með eru ekki með jafn mikinn, ég reyna að minna nákvæmlega hvernig þetta er sagt í skýrslunni, eru ekki með jafn mikinn skort á grunnviðmiðunarhæfni í þeim fögum sem er prófað í með við þau lönd sem að prófa ekki neitt. Af hverju, sko, og núna náttúrulega, ég veit ekki hvort að við lesið þessa grein á sínu tíma, en af hverju heldur að þetta sé? Og þurfum við að taka upp aftur samrænduprófin til þess að bæta úr stöðinni? Fyrir ekki, af hverju held ég að hvað sé? Að þau lönd sem eru með svona samanburðar próf séu að koma betur út heldur en þau lönd sem eru ekki með svona eins og samrænd próf. Já, sko þarna er þetta vísikafla, ef ég maður rétt, sem hún Hulda Skógland skrifaði í skýrslunni, sem er mikill sérfræðingur í svona öllu sem að vera að mæla í Evrópu og í menntakerfunum, og OECD hefur bara gert rosalega góðar og umfangsmiklar mælingar á hvað virka best í menntakerfum og svona, og þetta var, ef ég man rétt, einn af niðurstöðunum því, þetta ekki í þeim kafla? Jú, þetta er sem sagt segir athygli vekur einnig að í löndum sem leggja fyrir prófa landsvísu, national tests, er hlutfall nemenda sem skortir grunnfærni í meðferð talna lægri borðið saman við þau ríki sem fylgjast með námsárangri með samanburðarhæfum hætti, enda fyrr hægt að grípa inn í með stuðningi og leiðrétta skekkjur sem tengjast einkunnagjöf sem kennarar eða skólar gefa samkvæmt öðru mati. Já. Ég held að, hún svariði í rauninni þarna að þegar að þú setur metnað í að mæla eitthvað kerfi og fylgjast með og ert með einhverja verkvæll til þess að gera það, þá náttúrulega hefur eitthvað í höndunum til þess að grípa inn í. Að því minna sem þú mælir, því náttúrulega meiri líkur eru væntanlega að við vitum ekki nákvæmlega hvernig þróunin er bæði til góðs og slæms, og þannig að ég held að það sé nú bara eðlileg afleiðing af því að þá grípur hratt herðu, ok, býtum við hún ekki alveg nógu góða mælingu ef ekki að fara að gera eitthvað og skoða eitthvað. Ég meina, hvenær eru, ef við pælum í, hvenær eru svona stærstu, dýfstu samfélagsumræðunar í Íslandi ummenntakerfið? Er það ekki, þegar við fáum punktstöðu? Já, er það ekki á þessu 4 ára fresti þegar við fáum þessa einu stóru alþjóðlegu samanburðarmælingu sem er gerð við aðra þjóðir? Ég held að það sé hollt, ég held að það sé gott, ég held að það sé fullt af gagnrýni sem hafa líka komið að PISA-mælingarna séu nú kannski taka ekki alveg sanngjarnt til ýmislegt í íslensku raunveruleika og eitthvað svona. Ég held að það sé alveg rétt og ég að vera partur af umræðinni, en umræðan sjálf er bara svo jákvæð og það er svo gott að við höfum eitthvað til að mæla, til að skilja og til að bera okkur saman við og setja þá einhver metnaðarfull markmið vantilega. Já, ég menna, góðar ákvarðanir eru teknar með vísan til andstæðra sjónarmiða. Svo rétt ljúkum þessu út af því ég næ aldrei að ég fekk mjög margar spurningar og hún er greinilega margir spenntir fyrir því að koma spurningum áleiðis til þín. Ég mun ekki koma að þeim öllum, ég er ekki einu sinni búið með þriðjung held ég. En það var einn sem að spurði og vildi fá að vita sko, því hann hafði lesið í skýrslunni, ég er aðalega að taka úr þeim sem hafði lesið skýrsluna og það er ekki kúl að vera strákur og hann vildi veltaði fyrir sér sko hvort að það sé ekki bara það að það sé of lítið af fyrirmyndum sem eru karlmenn í skólakerfinu, heldur sé svona almenn menning sem að snýra því að karlmennum sé kannski gert aðeins erfiðara, ekki bara í kennarastéttinni heldur líka að sé einmitt ekki kúl að vera strákur og að sé svolítið svona hort niður á stráka sem að geti haft afleiðar afleiðingar. Já, eitt bara erfiðasti parturinn við þessa vinnu, það var að hlusta á foreldra og kennara lýsa raunveruleika þeirra fjölmörgu drengja og þetta er stór hluti, þetta er þriðjungur til helmingur sko, sem er í þessum áskorunum sem við erum að tíundaðan í skýrslunni og hvernig svona birtingamyndin af honum var og það er ekki kúl að vera strákur er tilvísun hann í eitt kennaran og þriðjungur allra viðmælenda, þriðjungur var með eiginlega sambærilega yfirlýsingu, eitthvað svona það er ekki gott að vera strákur það er bara svona tossa stimpill yfir ég strákur, þú veist, við væntum minna strákunum okkar og þetta birtist á svo margvíslegan hátt, ég meina foreldrar kaupa 2,5 sinnum minna bókum fyrir strákarnir sína, stelpunir sínar, sömu foreldrar, það eru miklu minni væntingar til stráka að þeir standi sig eitthvað í námi, miklu meira væntingar að standi sig í íþróttum,
á meðan það er rosa væntingar til stúlkna að við gerum það, við setjum litla ábyrgð á og sko sögunar á drengjunum sjálfum voru eiginlega átakalegastar. Ég meina, það var hann að kennari eftir kennari sem sagði sko, já, ég með strák, hann strögglar og svo er farið að tala við hann og þeir vil ekkert segja og bara eru bara með eitthvað læti og líkamlega svona tjáning og svo kannski 2-3 árum inn í ferlið þá loksins kemst maður inn fyrir einhver skilhjáðum og þá kemur svona algjör vanmáttur í ljós, bara það er alltaf verið að segja ég bý í feðraveldi eða kallar ráð öllu en svo get ég ekki, þú veist, neitt og er ég þá bara svona mikill aumingi og þú veist, upplifa bara algjöra skekkju í annars vegar hvernig talað það hvað það er að vera drengur og hins vegar hvernig þeir upplifa og mæta því í bara sínu lífi og þetta er bara Þetta er sorglegt. Þetta er svo erfitt. Já. Og þetta er líka bara svo ég fór skjótinni, mér finnst þetta að vera og hafa of mikið og þú ert ekki að taka undir þetta, mér finnst þetta að hafa of mikið mótað okkar menningu, að við séum einmitt alltaf að skipta fólk einhvern veginn upp í hóp, skilur við karlar, konur, cis og ekki cis og allt þetta dót og við einhvern veginn ætlum að móta afstöðu einstaklinga undir þeim formerkjum að þeir séu sjálfkrafa eitthvað út af einhverju og við séum alltaf einhvern veginn að reyna í þröngva fólki inn í einhverja hópa sem að þú þarft að svona representa svo ég fá að sletta. Ég held reyndar að þessi hugmynd sé á undanhaldi en ég held aftur á móti að og ég fæ líka að vita út af því ég kenni ungum drengjum hnefalega. Ég fæ líka, þú veist, maður fær alveg sneiðvilin af þessu, maður fær að heyra af þessu að þetta sé ákveðin svona menning, þú veist, það er ekki bara að gera það minni kröfur, það er bara áætlað að þú muni koma til með að standa þér verð og þú verður svolítið svona svo ímynd sem er borin fyrir því sko. Já og bara eins leiðilegt að það er að segja það þá er það að nokkru og jafnvel talsverð leyti bara staðan í samfélagina. Við höfum aðrar og lægri væntingar til drengja í menntamálum sérstaklega og setjum einhvern veginn minni ábyrgð virðist vera og tölum öðruvísi við þá, tölum minna við þá, rannsóknar sína það líka, kaupum minna bókum fyrir þá og þetta, ég veit ekki hvað maður segir við svona, ég meina þetta er bara, ég vona eitt af því sem ég vona dýfst í bara frá mínu hjarta er að svona vinna eins og við vorum núna sleppa á, ég tók 1,5 ára mínu lífi bara í auka starfi til þess að geta sett saman er að svona við vöknum bara hei, ef við nú ekki að taka þess betur utanum strákana og ekki bara ætlast ekki til þess að þeim og reikna með að þeir standi sig ekki í skóla og reikna með að þeir vil ekki lesa og reikna með að, þú veist, og bara mæta þeim þar sem þeir þurfa aðeins aðra hluti, þú veist, þeir þurfa að hreyfa sig meira og þeir þurfa, þú veist, þeir hendur oft betur að læra í gegnum verk og útskýra fyrir þeim akkur þetta skipti máli, það er rosa stór partur og þetta er ofta engin eldfjöla vísindi sko, en við þurfum að gefa okkur tíman í þetta og þú veist, allir og þá blómstrar það sko, það er ekki spurning og það er líka alveg skýr niðurstöður skýrsla, þannig að auðvitað er fullt af drengjum og karlmennum í Íslandi sem blómstra en þeir fengu í flestum tilfellum þá ákveðið svona atlæti eða stuðning eða umhverfi sem að leiði þeim að blómstra. Það er bara allt og margi sem að í dag er ekki að fá það. Kerfið eins og Íris Roberts er tilvíður svona í skýrslunni, það er ekkit að drengjunum, það er eitthvað að umhverfinu sem við höfum smíðað utan á. Algjörlega. Virkjum, elskum og vekjum áhuga strákan okkar. Viðkunnarlegasti maður á landinu, Tryggvi Hjaltason. Takk aðeinslega fyrir að koma loksins. Við hefum alltaf að gera þetta svolítið tíma, við hefum svona einhvern veginn að sparka þess aðeins undan okkur. Frábær tími til að gera þetta núna líka. Takk aðeinslega fyrir að koma, takk aðeinslega fyrir allt sem þú gerir. Ég held að, sko, ég tala nú ekki ef þetta hefur, ég held að þetta mun alltaf hafa jákvæð áhrif, en ég vona að þetta hafi umbreytandir áhrif og að, sko, þú mun aldrei fá nægilega mikla þakkir ef að úr verður að við munum koma til að breyta þetta, því ég held að svona plagg getur komið til með að móta afstöðu okkar sem við munum sjá afleiðingar langt fram í tíman og út í hið óendanlega. Þannig að takk aðeinslega fyrir að vera þú og þangað til næst. Takk fyrir hlýjar og takk fyrir mig.